Vigdís, maður veit alveg með þig, hvað þú ert að gera. Nei, það veit ekki einu sinni ég sjálf, sko. En þetta er skítugt. Mér langar sér alvöru blóm. Ég hef mjög sterkar skoðun á plastblómum, en ég ætla ekkert að... Jú, segð hana. Það er bara siðleysi. Já, nákvæmlega, siðleysi, hvernig þá? Það er bara svo ljótt. Já, þetta er svona, þú veist, í myndinu það kemur Já, nei, þetta er ekkert, nei, mér finnst bara, þú veist, að plöntur, ég er bara að íkja, sko. Ok. Heyrðu, heiða Vigdís. Já, Emma Snar. Æsar búin að fá þér. Hér er bjalla, bara þeir, þú veist. Ok. Það er að nota hana bara, ups. Ég held að stundum að það væri til svona bjalla þar sem maður gæti, maður segir eitthvað í fatvísi og hratt eða eitthvað þannig. Já. Að maður geti gert svona og þá var það gleymt það sem maður var búin að segja. Eða veist, ef maður var ekki að meina það. Þú er svona pínur eins og ég, svona fylgistlaus, eða ekki? Svo svolítið, þú sagðir einhvern tímann að ég væri hvatvísari en þú, sko. Já, þú ert hvatvísari en ég. Mér finnst það flott, sko, en þú ert náttúrulega yngri en ég, svo ég er svona... Töluvert. Hef verið, já, aðeins, þú hefur verið, wow, ég get ekki, ég verða að hafa púða undir. Viltu það þennan sem ég er með? Ok. Hasar, með grimma og snar. Hasar, með grimma og snar. Heyrðu, veistu hvað ég elska, svona low-tech. Það var náttúrulega eitthvað sem að kynntist í myndlistinni. Já. Það er svona stefna sem var bara low-tech og þá varst að nota ógeðslega svona það var ein stefna sem er Arte Povera sem er svona list fátæklingsins. Þess að ég voru að mótmæla því, þetta byrjar í Ítalíu, að nota marmara og gull og svona, fara alltaf inn að gera listaverk og nautshúð og eitthvað. Geðveikt. Og svo þegar tæknin kemur inn í myndlistina, þá er þetta sem sagt low-tech og ég heillaði svo að þessu. Að ég hef alltaf, þú veist, ég hef aldrei einhvern veginn geta hort á að high-tech sé eitthvað betra heldur en low-tech. Þetta er bara fagurfræði. Það er líka, sko, eins og ef maður fer út í bara eitthvað að allar ákvarðanir og allt svona í stjórnsýslu þannig þurfa að vera tekið í einhverju svona mjög yfirveguðu intellectual samtali. Nákvæmlega. Og það er bara, þú sleipir bara ákveðinni stétt inn í ákvarðanatöku. En eitt sem er tengt þessu, sem já, þú veist, ef þú veist þetta er eitthvað svona, það er alltaf að vera að segja, nei, það þarf að vera diplomatískur og það þarf að tala af yfirvegun og þetta er svona ótrúlega gott og þá getur fólk sem er menntað í ýmsu og hefur lesið ýmislegt og er ákveðið svona ákveðin stétt og stöðu. Og er ekki með ADHD, er bara... Jú, ég getur alveg með ADHD, en bara nota flókin orð og þess aftar og þú veist, í staðinn fyrir bara eitthvað þú veist, einmitt, að þurfa að vera eitthvað svona og að þeir sem gefa út bækur þurfi, þú veist, að hafa allar, þú veist, engar stafsetningavillur og vera alltaf málfræðilega rétt og vera inn í eitthvað form, sko, eitthvað þannig, sko. Þetta er líka, þarf að koma svona low-tech stjórnsýsla. Já, nákvæmlega. Og bara svona, og einhvern veginn, já, þetta er bara ákveðin tegund af fagurfræði og þú veist, já, þetta er ógeðslega svona úrkynjað. Mér er svolítið gott dæmi fyrir hvað síminn titrar svona mikið svo vinsæl. Það er allt í lagi, þú mátt líka svara, sko, í grimm og snar. Já, mér finnst betra að láta bíða aðeins eftir mér. Í alvörunni? Þín kynslóð er svo fucked up. Já, bara djóka. Nú, ok. Eða þú veist, ég bara... Það eru samt sumir svona sem vilja láta bíða, svara ekki strax. Nei, stundum ger ég bara ef eitthvað vinkur mín er að segja við mig bara eitthvað eða ég er svona að reyna að láta ekki vera svona eins hvatvís eða hugsa, nei, betur hugsa aðeins áður kannski ég að segja eitthvað. Ég er svo viðbragðssnögg, sko. Ég þoli ekki, ég vil segja eitt. Ég þoli ekki að vera ekki búin að svara skilaboð. Já, ég get ekki. Ég þoli ekki að hafa svona rauða punkta í símanum. Nei, ég get ekki heldur, að mér finnst mjög erfitt. Þess vegna er ég líka búin að, þú veist, arkæfa söm hóptjöt, þannig að virðist vera eins og ég sé inni út af því ég fæ bara eitthvað svona, þú veist, bara eitthvað áreiti út frá því að ég sé allt inn í
einhver adda mér inn í einhvern sundhóp og þau eru alltaf að skiplega hvernig alltaf fyrir sund og ég líður eitthvað svona eins og ég skuldi þeim afsökunarbeina hvert þeirra skiptir á tekkingan í hópnum eða eitthvað. En minnst þetta þarna... En má ég segja eitt með low-tech dæmi? Já. En mér finnst það svo fyndi sko að vera með eitthvað svona listform eða eitthvað sem krefst sko ákveðins eitthvað svona fjármagns eða eitthvað og ég hef alltaf verið að pæla í varðandi þessa hestaíþrótt. Já. Að fólk er að fara í háskólanám og alls konar í svona er þetta ekki pottþétt orðið sem að fólki notar í hestaíþrótt en bara eitthvað allt annað orð að þú veist, byggist þetta ekki á því hver er með besta hestin þegar þau eru eitthvað að keppa og svo vinnur eitthvað og það er manneskan sem vinnur en ekki hesturinn. Það er eitthvað samband þarna. En, mér langar ekki að tala um hestaíþróttir. Ertu langaðir það? Ég veit ekkert. Nei, mér langaði ekki, en einu sinni fór ég hérna á hestbak og Kúbu. Já. Og við Stór hestur þá. Já, það var alveg svolítið við vorum sem sagt bara 3 eitthvað staðar í einhverjum bæ á Kúbu, ég og 2 íslenska vinkonur mínar sem voru miklu ljósara en ég og einhverju kúrikar buðu okkur í einhverja hestaferð kvöldið og þessu ekki segja neinum frá því að þeir séu að fara með okkur og við bara, ok, ekki máli. Og svo fóru þeir með okkur allar sveitina og sýndu okkur út allt og fórum eitthvað starf lengst upp á fjalla okkur kumbjabar þar eða eitthvað og svo allir ekki að hleypa okkur aftur heim en við vorum bara mjög strangar og fórum bara og riðum hestunum niður í bæinn og svo var þeir alltaf að segja einn þeirra var alltaf að vera eitthvað ástarjátningar við vinkonum mína sem talaði ekki spænsku en við sem talaði ekki spænsku en ég var alltaf svona að kalla og þýða og ekki þú vera að þýða þannig að það er gaman að þú veist það getur verið fara gaman að hestbak en mér finnst þetta svona það hestaíþrótt eitthvað svolítið shady. En hvað með þetta þegar þú veist þessa viðbragðs það er eitthvað sem þetta heitir eitthvað viðbragðsþurrð eða nei ekki þurrð hvað heitir þetta? Allt í lagi. Já. Þú varst að bregðast við. Já, viðbragðsþörf. Já, ég er þannig en núna er bara út af því að það er að senda inn styrktarumsókn fyrir 3 en viðbragðsþörf. Já, og hún sé svona mikil, svona bregðast alltaf við. Já. Bara svona on. Ég er búin að æfa mjög mikið í því til dæmis með því að vera að taka ADHD-lyf og eitthvað. Ég er líka að byrja að gúffa því í mig. Það er mjög skemmtilegt. Býtu, þú lærðir fórst í sviðslistir, var það ekki? Nei, ég er hagfræðingur. Fórst ekki í sviðslistir? Nei. En býtu, þú fórst í ritlist? Já. Já, þú fórst ekki, ertu hagfræðingur? Ertu ekki, af hverju hélt ég að það fara í sviðslistir? Ég er búin að vinna með þér mjög lengi, sko. Ég bara, hefði kannski átt að gera það? Nei, djók. En af því kannski bara ég verið í eitthvað svona improv og eitthvað þannig. En hvað kom til hagfræði er samt svolítið creative, eða það ekki? Nei, alls. Er það ekki? Það er ekki, Ég held að það væri svolítið svona... Það er svona fyrir, ég myndi hugsa að þetta væri sko mjög gott. Þetta er svona kerfi sem hentar til dæmis mjög vel fyrir fólk með einhverfu og eitthvað þannig. Það er bara, ok, núna skulum við setja upp líkan og reikna út hamingju. Já. Að þetta veitir hamingju, það er mælieiningin og nú skulum við reikna það út. Ég er búin að vera að hlusta á einn sem ég man ekki hvað hann heitir, hann er egypskur. Hann er verkfræðingur og var hjá Google Plus. Já. Og hann gerði eitthvað svona módel hamingjuna út frá verkfræði. Já, þú veist, örugglega, mér finnst þetta bara... Þú gætir kannski farið inn á þetta svið. Nei, þú veist, ég reyndi alveg. Af því ég hugsaði, ég ætla að breyta heiminu, það er best að gera það út frá peningum. En svo bara, þú veist, þarf fólk eiginlega að vera í einkennisbúningum að ætla að vinna í svona geira. Þú veist, það er svona dress code. Og ég gæti ekki verið í þannig vinnust það. En býti, ég held og mér finnst líka bara ekki það skemmtilegt. Ég held að þetta væri svolítið creative, svona að þú værir eitthvað neginn að örugglega á einhver leyti, en ekki mitt leyti. Nei. Þú veist, ekki minni skapandi orku.
Ok, ég Að lesa í hvað? Hvað helstu? Ég myndi halda að vera að lesa í eitthvað svona það sem var að gerast og þú ert að sjá eitthvað í svona, þú veist, núna ef þú verður hagfræðingur í dag þá verður að pæla ógeðslega mikið í AI og Jú, þú veist, það alls svona hliðar eitthvað svona hagfræðinu. framtíðsspár Jú, þannig alveg mjög, þú veist, getur örugglega verið mjög skapandi líka, en þetta Já. svona mjög, mér bara svona aðalega svona umhverfi mjög, skapmyrðandi. Það var líka bara svona alls konar, þegar við erum Háskóla Íslands, alls konar svona, þú veist, bara einhverjum prófessorar sem voru á móti, voru, þú veist, að skrifa greinar á móti, til dæmis hlýnun jörðar, að það væri eitthvað svona ekki konsept sem stæðist skoðun eða jafnrétti og alls konar þannig, og það er kannski er þetta bara meira umgjörn í Háskóla Íslands, en þú veist, ekki allir auðvitað, bara alls konar fólk sem að, með alls konar skoðanir, en það snýst svo mikið skoðanir og getur eiginlega, þú veist, en þú veist, vísindi gera það kannski, og getur einhvern veginn verið með eitthvað og sýnt fram á eitthvað. En svo fyrir hins vegar til Svíþjóðar í skiptinám og þá var meira svona fókus á hagsögu. Já. Og Er það þjóðhagfræði, eitthvað svoleiðis? Nei, það er bara, þú veist, hagfræði gegnum söguna, þú veist, jú tengist þjóðfræðin, en þjóðfræði er svona fræðigrein, þar sem er verið að greina svona makró, en ég svo hrættum að þetta sé ógeðslega leiðilegt umræðni. Nei, en býttu, mér finnst þetta svolítið ég hef alltaf verið Svíþjóð leiðilegasta land sem við nokkuð tíma komum til. Ég veit ekki akkur, já, það er náttúrulega Það er hræðilegt. Það er búið að tala um það oft í Grimmarsnar, nema ég er bara að rífast sem Ég bara hatar Sverige. Hvar varst í Svíþjóð? Ég kann ekki þessu sensku. Ég var náttúrulega í Lundi. Á ég sé hvernig það var. Þetta var svona, allir voru nákvæmlega eins og alla gerlurnar voru bara 2 fléttur, hvíta skó og þú veist, gallabúsur og eitthvað svona og í eitthvað svona síðri ullarkápu og svo vaknaði ég bara einn daginn og ég var bara þannig og mér leið svona eins og ég væri í, þú veist, eitthvað svona Brave New World eða eitthvað. Það sem ég var bara ding, 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 eitthvað róbot, eitthvað velferðarkerfa róbot sem er bara ógeðslega. Og svo, þú veist, mátti ekki betla til dæmis í þessum bæ, það voru allir ótrúlega einsleitir, allir ótrúlega ríkir, en þar lærði ég merkilega sem ég lærti í hagfræðinámi, en ég tók síðan sagnfræði með, sko, þannig ég var svona í smá hagsögu. Okay. Og Guðni T.H. kendi mér, og ég skrifaði í dagbókina minni þegar ég var hjá honum, þá skrifaði ég búin að Guðni T.H. verið forseti. Og þá var sko löngu áður en hann var forseti, og þá var bara eitthvað gaur í einhverjum, sko, endurskinsmertum hjólagalla. Ok, vá, en flott. Svo þú dýrkar hann þá? Já. Hann er svo æðislegur. En sem er þarna, býtu, hvað ár ertu fædd? Ég ætla að fara að ljúga 92. 92? Já. Ok. Og hvenær ertu í hagfræðinni? Svo höldum okkur við það. Já. Já, mér svo hrættum að það sé svolítið ógeðslega leiðilegt. Nei, Alltaf byrja að tala um það, þá vilja allir hægt að tala. Nei, en það er ekkit Ég flutti heim frá Mexíkó 2012, held ég. Þá byrjaði ég þar, já, 2012 til 2000. Og hvenær varstu í Svíþjóð? 2016. Mér svo skrítið allir að vera hvítum skóm, hvítum strigaskóm þá. Já. Ég sá fyrir mér eitthvað svona ég sá fyrir mér svona hvítar svona Já, þú þurftir að staðsetja tískuna, já. Já, ég var að hugsa bara hvítir skó. Ég heldur sé ekki beint, þú veist, í tískubylgjum í Svíþjóð. Ég heldur sé bara festi sér við. Já. Og svo er alltaf allir gett nýjum fötum sem eru nákvæmlega eins. Þannig að þú bara varst að kaupa peysu. Já, ég eitthvað, ég ætla að vera saman peysu og allir eru alltaf búin að vera í. En þau bara, að fattur hvað meina, svona ógeðslega dýrt. Já. Það er okkur svolítið erfitt að vera Svíi. Það er okkur svona, eitthvað neginn, já. Já, þú þarft, sko, og þú veist, þetta er það sem ég pæla bara með Íslands samfélag og fatlað fólk og alls konar jaðarhópa, er að, þú veist, við erum svo einslit og svo erfitt að vera öðruvísi einslitu samfélag. Þannig að, þú veist, það er eitthvað, allir eitthvað, Svíþjóð, velferðarkerfi. Og svo eiga allir að vera eins, þá til að fitta inn í kerfið. Já, einmitt. Og svo er allir svo trött, alltaf. Og það bara loka klukkan 6 kaffihúsin. Já, og frá heim og hvíla sig. Ertu vissum og allir prófa á morgun? Ertu ekki svolítið trött? En ég meina, er ekki allir bara einhverja andlegu börnáti þarna? Ég veit ekki, en heldur þetta er svolítið fordóma fullt af mér að vera að segja. Það tekur ekkert smá á, þú veist, ég er alveg búin að reyna, ég skiptir engu máli. Þannig að þeir geta alveg tekið þessu. Ég er bara að pæla að ringi Ingrid, vinkonum minna, afsakað fyrir. Þeir geta alveg tekið þessu Svíarnir. Ég veit ekki hvað eru margir og þú veist. Já, ok, ég ætla að senda, er í lagi að skrifa styrþurum svona meðan ég er hér. Já, en hérna, á ég bara að tala? Nei, ég ekki tala og hlusta og skrifa. Ok. Hérna,
Hvað var ég að fara að segja? Já, mér svo fyndi, ég hélt að vera listamaður, en já, ok, þú ert 90, hvað segirðu? 2. Hvað er maður þá gamall? 32. Finnst þér ég ung? Nei, finnst það ekki. Ekki með. Eða þú veist, þú ert ung, en þú ert yngri en ég. Það er svolítið sérstakur tími. Á hverju? Fyrir mig? Mér fannst þetta svolítið svona sérstakur aldur. Já, mér finnst þetta mjög sérstakur tími. Þú veist, kannski svona, þú veist, einmitt, Af því svo svona brjáluð. 33 til 40 ára, maður veist það eitthvað svona. Hvernig þá? Ég veit það ekki, þetta var svo mikið svona, það sem er svo mikilvægt að þú veist, ná eitthvað svona karriér og verða eitthvað og Já. allt þetta. Sko, mér er eiginlega alveg... Síðan, kannski minnka það svona. Ég var obsessed á, sko, þú veist, eitthvað þegar ég klára hagfræðina og ætla síðan að vera, já. Vera eitthvað. Nei, að þú veist, ég var eitthvað svona, þú veist, áður en ég var 30, var ég mjög upptekin af því að verða eitthvað og ég vissi ekki einhvern veginn hvað það var. Ég ætla að vera blaðamaður og ég var alveg taugarhrú og þeir fóru eitthvað, Manstu eitthvað? bara mjög lítið, sko. Já. Og það var sagt svona við mig, að ég þyrfti að vera með mjög breitt bak ef ég verið þar, eitthvað svona. Og ég var eitthvað, ok. En svo fattaði ég bara ekki að maður þyrfti að vera með mjög breitt bak til að höndla toxic vinnumenningun inn á þessum stöðum. Nú, ok, ekki að skrifa fréttirnar. Eða, þú veist, ekki gagnvart, þú veist, viðmælandunum. Já. Og þú veist, ég var bara einhver taugarhrúga og ég var líka auðvitað ótrúlega hrædd að skrifa eitthvað svona á hluti einhvers eða eitthvað þannig sem henda mér bara ekki. Og Þú veist náttúrulega vog. Já. Henda vogin ekki, sko. Nei, þannig að, já, og þannig að sá draumur fór einhvern veginn í burt og svo er bara alltaf bara fannst allar vinnur svo ógeðslega leðilega, svona ég var alltaf bara eitthvað vinna hér þá þar og en svo fannst mér svo gott að ég náði að gefa út bók fyrir 30. Já. Að þá fannst mér svona, þá gæti ég slakað á og ekki það skipti einhverju máli bókin, en ég fattaði bara svona eftir að vera bara, ok, whatever. Skrifaðu bókina eftir og fórst í ritlistina? Í ritlistina eiginlega, já. Hvað heitir hún aftur? Ég er búin að gleyma það nefnilega. Hún heitir Getnaður. Getnaður. Og fekk hún ekki svolítið athygli þessi bók? Jú, svona á Instagram og svona. Á Instagrami? Já. Það er náttúrulega, það er eini staðurinn sem, en býtu, síðan já, ok. Svo er ég alveg að klára. Já, allt í lagi. Allt í lagi. Já. Hlustendur heyraði bara pikka og... Ég bara segja, já, ég bara Þetta er líka í FM, sko. Þetta er líka í útvarpinu. Já, ég er... Og sjónvarpinu. Og ég vissi það ekki. Nei, þetta er ekkert klift, sko. Nei. Nei, ég bara, þetta er allt í lagi. Einmitt. En síðan, ok, þú fara að vinna, og síðan fyrir í ritlistina. Hvað var það sem fekk þig til að fara í ritlistina? Það fannst allt svo ógeðslega leiðilegt. Nei, Já, allar vinnurnar. Sko, eftir hagfræði og eftir að ég floppaði þarna í blaðamennskunni einhvern veginn. Já. Eða þú veist, eða blaðamennska floppaði fyrir mér eða whatever, þá eitthvað svona flytti ég sumar í Skaftafell og svo flytti ég bara aftur til Mexíkó. Og þá ætlaði ég alltaf að skrifa ykkur bók og alltaf að skrifa og gera eitthvað og gera eitthvað smá pistla og eitthvað þannig, sko. Ok. Og svo var ég bara eitthvað, einmitt, svo, þú veist, alltaf einhvern veginn að finnast vinnur svo ógeðslega leiðilega, þannig að ég ákvað bara eitthvað sækjum í ritlist og svo komst ég inn og ég er eitthvað, ó nei, það er að vera aftur í skóla. En æðislegt líka, en líka bara því að það er líka alltaf svona hræðslan við einhvern veginn að fara, eða ég var, þú veist, örugglega bara hrædd að fara í eitthvað listnám þar sem myndi ekki veita mér, tekjur eða eitthvað, ég veit ekki, eða bara svona, þú veist, eða kannski ekki bara tekjur, bara eitthvað svona, að vera bara eitthvað svona í algjör óvissu. Þetta sem ég elska núna, óvissuna, sko. Já. En býtu, og þú klárar ritlistina hvenær? Hvað ár? 2005 vonandi. Já, þú ert ennþá að... Eða, þú veist, ég er bara ekki búin með lokaverkefnið mitt. Já, alveg rétt. En Hvað ætlaðir að skrifa um?
Sko, ég ætla Eða hvernig verk ætlar að skrifa? Já, við ætlum sko uppalega þá ætlar að fá mig að ég ætla að tala ókláru verkin mín. Já, við ætlum að gera það. Ég á náttúrulega mjög. Alveg rétt. Já. Býtu, ok, þú tókslega mikið ókláruðum verkum og hvað, finnst þið bara erfitt að klára þetta eða? Já, ég fyrir bara alltaf að leiðast. Já. Akkurát. En kannski getur maður skrifa meira á ADHD-legum. Ég alveg að skrifa, sko. Ég bara ekki að skrifa í samhengi einhvern veginn, sko. Já. Jú, en ég núna búin með eitthvað svona handrit af einhverju ljóðbókar sem að ég ætla að. Ok. Verður það útskriftaverk? Já. Ljóðbók? Já, held það. Ok. Ég alveg geti ímyndið mér að geti skrifa leikrit. Herðu, ég líka með drauga leikriti. Það eitt af ókláru verkum. Að ég sé bara einhvern veginn í þér bara eitthvað leikhús. Ég elska leikhús og mér finnst sko svona verkin sem hafa mest áhrif á mig. Núna setjum þetta inn og þá er þetta komið. Þau verk sem hafa haft mest áhrif á mig eru leikverk. Þarna sér það. Sko. Eins og mér fannst nýjasta verkið sem mér finnst geggjað var hana Jerma. Það sem Já, þú erst búin að segja mig frá því. Það sem að þú veist er verið að sýna bara hvernig við getum ekki sem manneskur, ef við erum að reyna að fitta inn í einhvern ramma, einhvern svona kerfisramma sem við pössum ekki í, það fríkur bara út og þá verðum við, þá verðum við þessi skilgreining af fólk, eins og fólk segir fatlað fólk, eitthvað þannig, sko. Þannig að þú veist, þetta er bara svona að þú veist, við erum alltaf að reyna að koma okkur fyrir í einhvern kassa sem við pössum ekki í, þá verðum við, þess vegna kannski bara svona mikið álag á geðheilbrigðiskerfið og eitthvað. Ég meina, ég ætlaði að segja það með þess að svíja, ég held að þið sé bara svona þreyttir að þurfa að halda upp gríminu, sko. Örugglega. Og það er eitthvað, já. En við erum svo lítið samfélag og það er búið að, þú veist, oft kom inn á þetta í Grimm og Snark, hvað bara, þú veist, þessi kassi, með á svo ógeðslega þægilegt þegar mannstöða var eitthvað á listasafninu Reykjavíkur, ég var bara eitthvað, og var ég ekki alveg bara, nei þegar ég var trúðurinn þar. Ég held alltaf að segja þegar ég var trúlofu. Já, ég er trúlofu. En þegar ég var trúðurinn hérna í þessu myndbandi. Já. Og bara, ég var allt og mikið. Og þú veist bara, nei, bara ógeðslega gott, þú bara sprengja kassa, bara. Já. Það þarf bara að gera það. Ég veit það. Við þurfum bara, hvernig sko, mér langar svo að sprengja. Ég er að loka þessar tölvu núna, held ég. Áhörundur eru orðin trilltir, sko. Að það? Ok, ég var bara eftir að setja eitt inn. Já, ok, drífa sig. Mér samt svo flott að alltaf, því ég tala við þið, en ef ég gerir svona og það sést ekki. Er ég alltaf að vinna þegar þú tala við mig? Nei, bara þú bara vinnur rosalega mikið. Þú er bara... Vinnuálki. Ertu vinnuálki? Ég held að, oh my god. Ok, en tölum hennar kassa og tölum þú veist, hvað er í gangi? Hvað? Í þessum kassa. Veitu. Þú ert inn í beinni útsendingu. Góðan daginn. Beinni útsendingu? Já. Hjá Grimm og Snark? Já. Þvílíkur heiður. Já, talað þú með hana meðan ég setja þetta inn í þetta? Hæ Steinun, heyrðu, hún er að klára þessa umsókn. Góðan daginn, þú ert í beinni. Já. Erum við að klára umsóknin í beinni? Já. Þetta er bara, grínast. Nei, þetta er bara ekta Heiða. Er ég á sama vettvangi og Steinun Ólína hefur verið á áður? Absolutely. Nafna mín? Já. Bara þú Ég ert á staðnum, sko, þú ert í sko, röddin þín er í stúdíónu þar sem Steinun Ólína talaði einu sinni. Þetta er bara, það er snerting, sko. Ég er bara með fiðring. Auðvitað. Heyrðu, en hvað Það er bara 3 mínútur eftir að umsóknarfresturinn sé búinn, þannig ég verð bara að setja. Já, það er 3 mínútur eftir að frestunum. Já, þú verið að en það er eitt, sko, það er eitt sem að vantar, það stendur, en ég ætla bara að selja þetta svona inn. Þessi þáttu verður svo mikið steik, sko. Hvað? Nei, það á, þú veist, að gera eitthvað vika 1, vika 2, vika 3, vika 4, vika 12, þannig að þú veist, þetta verður bara svona. En það er bara ekki tími. Við vonum að besta. Já. Já. Hörðu. Og er hún svona í mig spurningu, er hún svona að tala við ykkur hvað hún er að gera á meðan? Nei, hún er bara eitthvað svona, hún er svona hálf inn í viðtalinu og ég er að spurja hún óslega mikið.
sem svona skrítin Grimm og Snar, sko, því það er yfirleitt svona samtal og spjall, en hún er núna á bara, nú nýtist ADHD, sko, þetta er bara spinning á lyklaborðinu. Já. Og en, já, heyrðu, þið eru að fara til Finnlands á ráðstefnu, það ekki? Nei, hvert var það? Jú, vonandi. Hvenær? Ég veit það ekki, Heiða veit það. Í maí. Ég veit ekki hvernig hún er. Í maí. Já, kannski ég komi með. Ertu í vinnunni? Oh my god, nei, heyrðu, núna kemur þetta upp. Það má ekki vera vinnuveitandi, má ekki vera félagsamtök. Ok. Oh my god. Þið megi ekki sækja mig. Nei, ok. Sorry. Bye, Steinur. Bye. Oh my god, það var allt til einskis. Nei, það var lærdómur. Þið eigið hennar texta. Nú fyrir ég ofhugsun, þannig að núna er ég komin að spíral, heldum bara áfram. Ok, hver er spírallinn? Nei, ég meina, þið noti bara, þið eigið... Spírallinn er að ég hef verið bara eitthvað í tölvunni hér að gera eitthvað sem að... Skiptir engu máli, þetta er bara, þú er komið með eitthvað texta sem getur notað... Og svo kemur næstu spírall, okkur má ekki vera félagsamtök, okkur þarf að vera stofnun eða fyrirtæki. Já, ok, maður þarf bara að setja þessu mörk, sko. Já. Þessum hugsunum. Okay. Maður þarf bara að segja, hæ, takk fyrir að koma, nú hætti þú. Heilin er bara að hlýða. Akkur þetta systir svona ógeðslega óþolandi. Veistu hvað ég segi við sjálf á morgnana? Hvað? Því ég segi, Ingibjörg, þú ert eftir að deyja. Já. Og svo segi Ingibjörg, í dag gerist eitthvað stórkostlegt. Já. Og þá er heilin bara að leita að þessu stórkostlega. Já, en ég sko... Og láta hann bara fá verkefni. Hann er bara verkefna maskina. Hann er bara... Já, veit, en hann er með allt og mörg... En ég finn bara núna eins og til dæmis... Sér, núna er loksins andlega á staðnum. En svo bara í janúar þá er ég bara búin að vera með mjög erfið eitthvað mál í vinnunni. Já. Og þá er ég bara allar skapandi hugsanir komið bara svona neikvæðar. Veistu hvað ég meina? Þannig að þú veist bara eitthvað svona brandarar sem eru bara eitthvað eins og þegar ég sagði hvort þú getur byggt ramp frá niður til helvítis fyrir ákveðna aðila og okkur svona sem er ekki hugsan sem ég langar að hugsa. En þú veist, þannig ég er alltaf að gera bara eitthvað svona... Já, en ég er alltaf að gera svona brandara sem er ógeðslega ljótir, en mér langar ekki að nýta sköpunar gáfu mína í að gera eitthvað ljótt. Þetta bara fyndið. Já, mér finnst það bara, þú veist... En mér langar bara að vera glöð og svo er bara eitthvað pirruð. Já, en er þetta ekki bara outlet fyrir pirringin? Þú veist, er þetta ekki bara eitthvað svona... Jú, en sko oftast get ég bara... Kannski góð leið að gera branda. Það er það er mjög svona... Það er betur en að þú veist vera bara að drekka vodka. Það er bara góð geðheilsa, sko. Ég er líka búin að finna mér aðra annað svona bjargráð. Og það er bara að hekla. Já. Þegar ég verið pirruð þá sest ég bara niður og hekla. Svo fucking heilbrigð, right? Já, geggja. En ég hef með pælt í, hefur aldrei verið með stand-up? Jú. Hefurðu gert það? Já. Og hvað? Var það hræðilegt? Nei. Í alvörunni? Þetta er bara svona, ég held sko frekar að ég sé svona konseptlistakona. Þannig að þú veist, ég er bara með eitthvað sem þarf að leysa eiginlega fyrir mig persónulega. Já. Og þá getur það verið, þú veist, einhvern veginn þarf að koma þessu út. Og það getur verið því gegnum bók eða útvarp eða gera eitthvað bara stand-up og þá er ég að tala bara Tinder og eitthvað. Já. En hvernig voru viðtökurnar? Erstu ekki svolítið góð? Ég get alveg ímyndum mér að vera svolítið góð í stand-up. Ég veit það ekki. Mér langar ekki að pæla í viðtökum. Mér finnst það svo hamlandi. Sko málið er að fyrir ári síðan þá fékk ég listamannlaun til að skrifa. Og ég var eitthvað 3 mánuði alltaf að skrifa ykkur bók og bara allir tímanum meðan ég var að reyna að skrifa var ég alltaf að hugsa bara nei þetta er ekki nóg, fólki mun finnast þetta þetta þannig ég er svona mitt átak í lífinu núna fyrir utan réttindabót fallaðs fólks er bara eitthvað svona að vera ekki að þú veist hugsa hvort að list eða tilfinningar hafa rétt frá sér út frá því hvernig það með tekir skilurðu fattar hvað ég meina þannig að þú getur gert eitthvað mega listaverk og svo skipta viðtökur ekki máli. Það hefur alltaf, þú veist, ég er náttúrulega alveg upp í myndlist, það hefur alltaf verið þannig. Já, ekki á mér, ég er alveg upp í meðvirkni. Í hagfræðinni og á svíum. En hvað, já, ok. Og ég lesa bút úr stand-upinu fyrir þig, ég man það ekki.
En ég með í docs, neðu vilt ekki. Jú, kannski bara, ef þurftum að taka þetta, en ertu búin að fara trúðanámskeið? Nei, ég alltaf á leiðinni. Já. Ég held að vera geggjað trúðu, sko. Right. En það ekkert allir sem ná í trúðin, sko. Núna hef ég áhyggjur yfir því að, yfir að ég hafi verið ótrúlega leiðilegu viðmældi að því voru að tala bara hagfræði og gera styrtar svo. Þú ert svo þú færð mér náttúrulega, ég búin að vera spíral í allan dag, þannig að ég ekki, já. Og eftirlitsskurinn bara á fullu. Já. Hann bara, núna bara leysir bara yfir. Já. Já, ég þekki þetta. Getur þú tala um eitthvað fyndi, nenni ekki að... Jú, tala um eitthvað fyndi. En síðan ertu Vog, hún náttúrulega, Vogin svo, þú veist, og ég Vog, mann svo mikið mun að að fólki líki vel við sig og maður sé ekki særi eitthvað og að sérðu Hellu Tómasar. Love her. Me too. En ég alltaf að hugsa bara, hún alltaf að lendi ykkur svona, þú veist, eitthvað svona, þú veist, alltaf verið eitthvað að reyna að fara í hana. Hún í kærleiksbyltingunni, hún bara, come at me bro. En ég finn svo til með henni, af því hún Vog, að þá þetta bara, þá svo þá þetta eiginlega verra fyrir hana. En þessna líka úti hún þannig, að því hún tilfinningamanniska, þá, þú veist, byggir hún þetta líka á, og hún alltaf að tala þú veist, að koma með góðar tilfinningar, úti hún með svo mikið tilfinningum, væntanlega. Já, einmitt. Að því hún vill ekki svona hegðun. En á ég segja hvað ég gaf henni þarna á þessari aðtöfandi í desember. Já. Hvað kostar? Ég var með líka ón í pókanum, sko, gjafapókanum. Býtu, segðu fyrst hvaða aðtöfn það verið? Já, ekki, ég var ekki að gefa. En þetta var leynigjaf sem ég laumaði með gjöfinni frá átaki. Ok, átak og fólk veit ekkert. Já, ef að fólk veit ekki hvað átak fyrir fólks með þroskólinn þá bara legg ég til að það fari í endurmenntun. Var þetta yfirstriki? Já, þetta var yfirstriki. Þetta var svona blaming. Já. Já. Tökum þetta bara tilbaka og segjum aftur bara já, þetta bjallan. Þetta var tekið tilbaka. Þetta var tekið tilbaka. Nei, þetta átak já, ég veit það, til að taka tilbaka, maður hvað þú veist. Nei, átak félag fólks með þroskahömlun og þetta fulltrúafélag fólks með þroskahömlun, þannig að þar sem það þýðir bara, þú veist, að stjórnin fólk með þroskahömlun og allir sem að koma að allir stjórnum þar. Þannig þetta þú veist, svona self-advocacy á góðri íslensku. Og það sem bara mjög mikilvægt að þú veist, það fyrir bara þeir sem ef það á að gera eitthvað fyrir fólk með þroskahömlun þá þarf það náttúrulega að vera í leiðandi hlutverki. Einmitt. Að það bara, að því ég nú hagfræðingur, það bara óskilvirkt að gera öðruvísi. Bara ógeðslega, ég ætla ekki að segja stupid, það bara ótrúlega mjög gott að gera, ef þú ætlar að hanna eitthvað fyrir eitthvað, að hafa, vita hvernig viðtökunar verða. Annars getur bara hanna eitthvað kerfi, eða bara svo að hanna vöru, skilur, alltaf bara að hanna eitthvað, glas og síðan manneskjan sem á að nota glasi getur ekki drukkið úr glasinu og þú veist ekki, oh my god, hvað gerði ég ránt? Það var að mynda eitthvað um að komi, sko, í einn búsettukjarna og var verið að tjekka á, sko, voru einhverju arkitektar sem voru að koma og taka út svona hvað ætti að vera öðruvísi. Já. Og þá var það bara fórstiði manneskjan og einn starfsmaður sem tróð sér með í þetta að benda á hvað þetta var öðruvísi. Já. Og ekki einn notandi. Nei, þetta bara mjög algengt. Já. En forræðishyggjan þarf bara að sökkva til helvítis. Já. Það bara forræðishyggja svo ógeðslega leiðileg. Og þú veist, þá svona forræðishyggja snýst að þú ekki að vera skapandi hugsun og hlustu innsæði. Heldur bara að hlýða. Einmitt. En þú veist, að því ég var að hugsa að því ég á mjög erfitt með að hlýða og mjög erfitt að taka skipinu og ef ykkur ætla til dæmis að skamma Ég líka, já. Já, að skamma mig eða þakka niður í mér eða eitthvað, þá hefur það bara þveröfug áhrif. En þegar ég, þú veist, kem inn í samstarfið eitthvað þar sem skýr hlutverk og leiðtoginn bara svona skýrt skilgreindur, þá ég mjög til í að taka við skipunum og öllu. Eins og bara, þú veist, þegar fyrir rektina, ég dýrka að fara þú veist, í rektina og bara segja mig hvað ég gera, en þá kem ég inn á þeim, þá vel ég sjálf að fara inn í það. Eins og þegar ég að dansa salsa eða eitthvað, þá finnst mér bara mjög gott aðskilur dansherran stjórni, af því þú veist, þá fer ég inn í þetta samstað á þeim forsendum. En þegar það einhvern veginn, þetta val
er tekið af manneskjum, þá fer allt á okkur spíral, sko. Já. Bara öllum, skilur. Það fílar enginn að sé ykkur annar sem að, ef ég spyr, má ég ráða fyrir því hvernig bíl þú kaupir? Eða ef þú biður mig að gera það, það er bara geðvægt, skilur. En ef ég er bara búin að taka peningið þinn og kaupa bíl sem hentar ekki, það er bara óskilvirt. En ég er að reyna að vera ekki alltaf í vinnunum með hausinn. Þú veist, líka í bara, fatlaðar þurft að þola svo mikið, bara, og þetta verður svo nærgöng, inn á heimilinu. Ég veit það. Og líka bara eitthvað svona, alls konar dæmi eins og, hugtakið, eða bara hvað hugtökur notuð, eins og skert starfsgeta, finnst mér ógeðslega að það var að tala við mig þetta væri fyndið hugtak, sko, að því að í staðin fyrir alltaf að horfa á alltaf að fólk sé skert eða eitthvað þannig, þá er líka hægt að horfa á hverju styrkleikar. Eins og ef ég ætti, ef ég myndi vera sett sem yfir þrifa manneskja hér í þessu rými, þá myndi fólk bara segja, heyrðu, þessi er bara með skerta starfsgetu, hún kann ekki taka til, hún fer bara alltaf að gera eitthvað annað, skilurðu, en svo er bara eitthvað major góð í einhverju öðru. Og og það að sé eitthvað svona alltaf vera að tala sko, fólk sem er öðruvísi sem eitthvað skert, er svo ógeðslega fyndið, af því það er allir með sína styrkleika og veikleika. Allir með einhverja skerðingu. Sumir fá að njóta sinna styrkleika og aðrir fá ekki tækifæri til þess og það er kannski bara vandamálið. En það eru allir með skerðingu. Já, þetta grínast. Þú veist, bara allir skertir á eitthvað ná. Eins og ég er ógeðslega alls konar. Já, ég er líka obsessive. Ógeðslega alls konar bara, þú veist, alls konar, og líka ef það er skerðing, ef ég get ekki sinnt einhverju hlutverki, þú veist, einhverju vinnu, já, ég get ekki skorið upp fólk. Þú veist, með ógeðslega skerta starfsgetu sem skurðlæknir. Já. Ég verð bara að segja það. Og sem hagfræðingur líka. Þú er bara að leita eitthvað annað. Ég veit. Já. En síðan, sko, já, það er að gera samt núna að eins og í sálfræði og geðlækningum, þá er að gerast núna að, og það er náttúrulega ekki komið til Íslands, frekar en neitt sem er gott tjók, en þá er verið að horfa á manneskjuna og það er verið að leggja niður alla greiningar. Já, þetta er samt, þú veist, ekki alla, já. Býta aðeins, af því að það er líka skara svo rosalega og þú veist, og þetta er bara, þetta er ekki alveg, þú veist, þetta er 600 greiningar, þetta er náttúrulega orðin eitthvað geðviki, en... Já, í geðsjúkdómum, já, og þá er verið, kemur manneskja inn og hún er ekki greind, það er bara reynt að finna leið til að henni geti liðið betur. Já. Og það er ekki að taka á sig einhverja greiningu. Það er upphaflega hugmyndin með greiningum og svo bara er samfélagið búið að afbyggja það. Þú veist, ef þú fær greiningu, einhverju greiningu, er það til þess að þú geti skilið sjálflega betur og aðri skilið betur og það sem samfélagið hefur gert er að nota þetta sem einhver svona stimpil til þess að skerða réttinn til að fá þjónustu. Og þetta er, þú veist, grundvallar hugsunar villan og svo er, þú veist, oft verið að segja bara já, hvernig að hafa samræðið fatlað fólk að það er ekki hérna en þetta er líka, þú veist, hópur af fólki sem að hefur verið, þú veist, valdi hefur verið misbeitt og það hefur verið haldið frá öllu, þannig að það er verið, þú veist, það er bara leiðrétt að þetta frekar en eitthvað annað, sko. En ég held að þetta sé hugmyndi með að draga burtu greiningarnar. Já. Og einstaklingunum kemur. Mér líður svo vel að fá ADHD-greiningu og geta lesið til hvað ég get gert til að eiga betra lífskilur. Það er ekki bara að reclaima þessi hugtök. Ég held að það sé auðvitað að leggja þetta niður, sko. Þetta er eins og, þú veist, cancel culture nema með greiningar. Þetta er vandamáli við cancel culture sem þú ert alltaf að pæla í. Að í staðin fyrir eitthvað svona að taka samtalið og finna út, þú veist, hvað er lausnin og þá bara, já, ok, hættum þess að bara. Nei, en ég held bara að þú veist, hugmyndin er bara, þú veist, þú ert manneskja og það sem hjálpa þér eru þessi lyf og þau hjálpa þér, þú veist, ADHD-lyfin eða eitthvað. Já. En við þurfum ekki að setja eitthvað stempil á þig. Já, en er það ekki kannski misjafnt eftir manneskjum þegar sumum manneskjum finnst þægilegt að fá stempil, og ekki stempil, heldur greiningu og öðrum finnst það ekki, eins og mér finnst
Mér finnst gott að fá specific. Ég veit ekki hvað ég er búin að fá marga greiningar, sko. Ég bara, mista bara... Það? Já. Eins og hvað? Mér finnst það ekki, þú veist, mér finnst það maður en það henda þér ekki, skilurðu? Nei. Ok, þá getur maður valið. Maður getur farið bara inn og sagt bara, ok, við ætlum að segja við þig, ok, þú ert með, þú veist, þroskaskerðingu, einhverfu og þú veist, Downs eða bara eitthvað svona greiningar eða og segja ekki bara annar og segja bara ég vil ekki fá þessa greiningar, ég er bara ég einmitt, en mér finnst það einmitt að þetta snýst þetta ekki bara að þú veist rétturinn til þess að ég ágjör hárun á mig það er bara fínt sko. Að þú veist að þú hefur að hver og einn á einhvern veginn að hafa rétt bara til þess að ráða hvað gera við þessar greiningar í staðan fyrir að bara eitthvað samfélag að greina einhvern veginn heldur bara að þá liggi þú veist vali hjá einstaklingnum. En ef þú getur sagt bara heyrðu ég getur ráðið bara ok, ég er að koma þetta með liðrilla þú veist, ég vil ekki fá greiningar og eitthvað næsti segir bara heyrðu, ég vil fá greiningar ég vil vita nákvæmlega það er bara sanngjarnt að því að líka eins og bara, þetta hendar ólíkum hópum fólki eða þú veist ok ekki, eða þú veist ég var eitthvað sammála, ég var alltaf við sálfræðinginn minn, núna er ég í manju núna er ég svona, hún alltaf, nei það veitist þú ert ekki með þennan geðsjúkdóm, nei það veitist þú ert ekki með þetta og svo einn daginn sagði hérna, ég er svo ókslega meðvirk og hún sagði, já, það veitist þú ert mjög meðvirk en búin að vinna markvist í því. Hvað er rótin í meðvirkni? Ég held að það sé bara íslensk gildi í alvörunni það verður ókslega duglegur og harkaðir og ekki fara að gera tilfinningar og þú veist allt þetta sem bara sem meðvirkni þetta er bara íslensk gildi bara átakafælni það getur engin stjórnsemi náttúrulega stjórnsemi, forræðishyggja svolítið mikið hér átakafælni, svolítið mikið hér vera ókslega duglegur og harka af þér það er bara grunngildi Íslands eða eitthvað er ekki bara þannig þú veist að það má aldrei tala vandamál þannig líka þegar við erum svo litlu samfélagi það er allir eitthvað svona verið eigin hagsmuni þegar er verið að segja eitthvað svona gæti þetta verið óaðgengilegt þá bara eitthvað, þessi stofnun hefur gert allt sem ekki þeirra Þú ert náttúrulega berjast við eitthvað svona kerfi átak er það ekki? Jú Hvað er svona stærsti svona dregin? Stærsti dregin? Ég myndi að segja bara svona kannski gamalt hugafar sem finnst víða. Já. Og þetta, kannski er þetta bara allt grunnast í ykkur svona polariseringu þar sem að þú veist, það er ekki samtali í gangi, sko. Já. Og það sé ekki svona að allir sé alltaf að verja sína hagsmuni í staðan fyrir að sé einhvern veginn getum við unnið saman eða eitthvað, ég veit ekki. Mér finnst líka bara... En þetta er svona eins og í list eða eitthvað, að þú veist, sumir vilja mjög mikið bara vera einir í sinni listsköpun og þú veist, hafa sitt nafn undir og það er svolítið svona einhvers konar markmið og svo eru aðrir sem að vilja vinna í, þú veist, teymum og skiptið ekki öllum mestu máli að nafnið sé tilgreint, skilur heldur að listin sé góð og mér finnst það ótrúlega svona falleg hugmyndafræði að þú veist bara eitthvað gerir leikverk og allir einhvern veginn eru bara, þú veist, þessi saman, hópur er að gera þetta saman. Ég veit að það er erfitt að vinna í hóp og allt þannig, en bara svona þannig í góðri hópavinnu þá gerast galdrar, held ég, þegar allir fá einhvern veginn að koma sínu sjónarmiðum á framfæri og það séu ykkur svona leikreglur sem allir þekkja, að þá getur jafnvel, það, ég held að Hemingway sagði eitthvað tímann eitthvað svona, hann skrifaði stundum betur en hann gæti skrifað. Að þú veist, þegar maður er í flæði og maður er að ýta sér áfram í einhverju hæfileika eða list, að þá gerir það betur en þú getur gert. Þannig ég held að þú veist, með eitthvað svona mjög góðum hóp af fólki og teymi, þá getur þú gert, þú veist, hlutir sem engum datt í hug einn í sínu horni. Og það er svona samstarf er svolítið eitthvað svona eðlislegt vandamál. Ég veit ekki hvort það er hér eða bara út allan heim, bara hjá manneskjunni, en að því það er allir eitthvað svo mikið alltaf að verja sína stöðu og hagsmuni og það er líka í svona litlum samfélögum. Þar sem allir eru, þú veist, einhvern veginn hræddir að missa sitt hlutverk í staðan fyrir að hugsa bara eitthvað, ég veit það ekki. Mér finnst bara ofta eitthvað svona að fólk og stofnanir hugsi fyrst
hvernig þeirra hlutverk og hvernig það lítur út á við, en kannski þetta bara kúgun kerfisins, að því þau eru að vinna einhvern veginn fyrir kerfið en ekki fyrir notendurna. Já. Ég veit ekki. Það svolítið eins og það var alltaf. Það þannig, hvernig það ekki þannig? Hvaða kerfi að vinna fyrir notendurnar ef að notendurnar eru jaðarsveitur hópur eins og fólk með þroskahömlun? Veistu eitthvað kerfi sem að vinna? Nei, kannski, nei, ekki. En þú veist bara ef að endilega sendi mér SMS ef eitthvað kerfi að vinna fyrir, þú veist, á forsendum notendurna þar sem að notendur eru leiðtoga hlutverki þegar notendur eru fólk með þroskahömlun. En ég náttúrulega bara búin að vera í negative January, eða komið febrúar, annað þetta kannski verið. Nei, ég bara, mér finnst líka bara svolítið ekki negativ, þetta er bara svart síni. Hvað sýnileiki fatlaðra lítill. Já, þú veist, núna að fá notification frá Calm appinu. Take a deep breath, let yourself be. Ok, gerum það. Þetta gott app? Finnst ég gott að ég var multitask á meðan ég var að anda. Það ekki gott. Hvað gerðu? Ég var svona aðeins í símanum eða byrja upp á nýtt. Já, byrja upp á nýtt. Ok, því að klúðraðir þessu. Já, klúðraðir. Já, mér finnst líka bara, eða sýnileiki, mér finnst einhvern veginn, maður sér svo fá að fatla, sko. Þegar ég var lítil, þá sá maður miklu fleiri sem voru fatlaðir. Og þú veist, nei, í alvörunni. Já, finnst þér að vera þannig þegar þú varst lítil og það var öðru síðan? Já, og núna, það er bara... það er náttúrulega bara ákveðin en það var náttúrulega ekki í sjónvarpinu eða útvarpinu. Nei, það er náttúrulega svo áhugavert, sko, að þú veist, það er oft talað sko, eins og þurfa valdefla fatlað fólk til þess að koma fram í sjónvarpi, sem ég veist ógeðslega hlægilegt vegna þess að það er ekki vandamálið. Vandamálið er að að svona, að fjölmiðlar virðast ekki verið stakk búnir til þess að hafa hugmyndaflug og sjálfsöryggi til þess að nálgast öðruvísi fólk, og þetta verður alltaf svona ákveðin miðja sem fær pláss í sjónvarpi og í kvikmyndum og í listum og alls konar. Þannig að þú veist, vandinn það er alltaf verið að skella skuldinu og það er að valdefla eitthvað svona kjafta. Snýst ekkert það. Snýst bara að þú veist, að jaðarhópur sér gefur rými, sko. Já. Jaðarinn getur ekki bara sjálfur hoppa inn í miðjuna, sko. Miðjan þarf að skópa pláss. Þú veist, maður sér aldrei eitthvað í viðtöl, þú veist, bara blaðaviðtöl. Og af því að ef ég segi bara úr minni vinnu, skilurðu. Bara á vísi, bara eitthvað. Já, já, það er kannski svona. Mjög sjálf. Já, ég veit, en vonandi verður það bara upp á við. Þú veist, bara eitthvað svona viðtal, bara, hvað í töskunni þinni, eða bara eitthvað svona eins og þessi. Ok, ég með gott dæmi, en ég ætla ekki að nafngreina neitt, en ég ætla að útskrifa eitt mál og ég ætla ekki að nafngreina neitt, en ein stofnun fékk gagnrýni yfir á sig fyrir að vera að auglýsa fyrir öll, og það var eitthvað gagnrýni að það var ekki fyrir fólk með þroskahömlun, og það eru mjög margir sem nota þetta já, ég skal bara segja, ég veit alveg þetta já, ok. Ég ætla að segja, jú, ok, þetta var listaverk Íslands. Nei, og það stendur og það er þá manneska sem gagnrýnir þetta og setur bara fram mjög skýrt mál staðmyndir málsins, og svo er þetta varið af forsvarsmanni skólans og allt í góðu með það, skilurðu, að það stendur í fréttinni og í tilkynninginu frá Berglindi sem að setja þetta fram, en hún er yfir svona myndlisti í myndlistaskólanum Reykjavík sem er fyrir fólk með þroskahömlun, og þar kemur hún, þú veist, og nefnir átak það sem er fulltrúafélag fólk með þroskahömlun, og þú veist, og ég kommenta líka eitthvað endilega, þetta bara öll umræða hvað að gera fyrir fólk með þroskahömlun á bara heima á vettvangi, þar sem að fulltrúa fólks með þroskahömlun eru og allt þetta, en það sem að gera síðan er að, þú veist, og ég bara lýsa ekki, ég vil ekki, þú veist, að segja hún sé einhvern veginn, þetta er bara almennt gert, að hún býður ófölluðu manneskunni sem gagnrýndi þetta í kaffi og segir inn á þessum þræði, en ekki skiluru átaki eða fölluðu fólki. Og svo þú veist, alls konar einhverjir sem eiga í samráði við fólk með þroskahömlun og eiga bara í samráði við einhvern handvalinn, en ekki einhverja, þú veist, kjörna fulltrúa.
bara já, þetta var, þú veist, það er búið að eiga í samráði við þetta, við hérna Gunni frænku mína, eða eitthvað svona, sko. En núna er ég alveg að springa og ég á ekkert að vera að tala svona mikið á opinberum vettvangi með það. Jú, whatever. Það ekki? Jú. Þetta er bara svona, hvað viðhorf er þetta allsstaðar? Að vera alltaf eitthvað fólk á einhverjum stórum fundum að ræðum hvað ég að gera fyrir fólk með þroskahamlun. Þau er bara svona hætti að eyða tímanum ykkar í þetta og talið við fólk með þroskahamlun. Þeir eru bara að eyða og þeir eru bara að eyða almannafé út af því að þetta er allt starfsmannalaunum, sko. Bara spurum nú skattfé Íslendinga með því að bara tala um fólk með þroskahamlun. Takk fyrir. Átaka er svo flott. Já, en ég er svo hrædd minn helsti ótti er að týna mér ótrúlega mikið í, þú veist, þessu og gleyma sköpunargáfunni sem er það fallegasta sem við höfum. Mér finnst það svolítið flott að vera, þú veist, eins og varst að segja, að vera í svona svörtum bröndurum. Ég held að það sé ótrúlega mikilvægt, þú veist, eins og það er búið að rannsaka hérna þess að hamingjustuðul og geðheilsu hjá hópum sem hlusta á hérna þungarokk og þessir, og þetta voru strákar, sko, hjá miklu betur settir að þeir voru að fá okkur útrás fyrir. Já, og ég að fá útrás fyrir reiðina í grínu. Já! Auðvitað, ég meina það er einhvern veginn, þú veist, ég byrjaði að hlusta á þungarokk eftir að ég heyrði þessa rannsókn. Ég fekk náttúrulega útrás gagvart reiðinni gagvart karlmönnum í þessu uppistandi sem ég held, meðan það æði. Þá voru bara að segja hvað Tinder er fucked up og hvað gaurar geta verið ótrúlega góður í að ghosta mig. Það er ótrúlega hæfileiki sem að margir hafa fundið til þess einhvern veginn. Ég bara meik ekki svona ghosting. Hvernig þú ghosta mig? Ég meika bara ekki eitthvað svona ghosting. Er þetta ekki bara íslenska gildið með hérna átakafælni? Af því það halda allir líka svo að fara eitthvað, sko, það er svo stór munur á því að rökræða og ræða málin en að fyrir átök. Þú ert nú ekki átakafælin? Ekki beint, nei. Nei. En ég hef verið það, en markmið mitt, sko, fyrir þetta ár var að brjóta svona meðvirknismunstur og vera bara að segja skoðunum mín og standa með þeim og fylgja innsæðinu, skilurðu, og reyna bara að leysa mál og eitthvað, en ég þarf, sko, að æfa mig líka til á tilfinningar mínar, ég er ekki mjög góð því, sko, mér finnst það hræðilegasta. Það? Já. Hvernig þá? Að bara að koma orðum á þær eða bara að... Nei, eitthvað svona að leyfa tilfinningunum að ráða för, þau ráða mjög oft för, en ég meina bara að horfast í augu tilfinningar mínar og eitthvað svona. Já, ég held að sé nú flestir í einhverju... Og líka bara, nei, þú veist, eða bara tjá tilfinningar mínar eitthvað, hvernig mér líður í einhverjum aðstæðum. Að ég er svo ógeðslega góð í að færa bara eitthvað rök fyrir einhverju og... Já, ég skilði það. Og hérna, að vera eitthvað þetta, þú veist, staðreyndir og eitthvað þannig, en að vera bara eitthvað mér líður svona. Já, það er náttúrulega bara, maður þarf að æfa sig alltaf bara í að berskjalda sig. Já, berskjöldun, það er, að því þú veist, allt þessi rökur, brandar og allt þannig. Þetta er náttúrulega bara, hérna... Já, en þú veist, ég er ekki að segja að maður er alltaf að berskjalda sig, bara þú veist, stundum þegar maður finnur að maður þarf á því að halda, sko. Það er náttúrulega ógeðslega mikilvægt. Og bara ógeðslega gott að gráta og hlæja og eitthvað svona og ekki vera í skömminni, sko. Einmitt. Og berskjalda sig, þú veist, það er ógeðslega gott, þú veist, þegar maður bara er með eitthvað manneskju sem maður treystir og maður getur, þú sýnt allt þetta sem er. Já. Það annars held ég maður verið bara einmana. En þú varst að spyrja áðan eitthvað. Hvað? Hvort að ég held að maður endaði með sálufélaga sinn. Hvað sagðirðu? Já, ég vissi ekki hvort maður endaði með sálufélaga sinnum ekki. Ég veit ekki hvernig þetta er. Nei, ertu að meina að það sé bara of sterk tenging? Ég veit það ekki, ég veit ekki hvort að... En þú getur maður ekki átt marga sálufélaga? Ég veit það ekki. Þú veist, þá er ekki bara að meina maka heldur líka, að ég veit ekki, en... Ég veit en af hverju ætti maður að byrja með eitthvað sem er ekki sálufélagi? Ég veit það ekki. Þú veist, ég hef gert það en það ég gera aftur. Eða svona, það var planið. Ég held stundum byrja maður með einhverju fólki til að það er svona lýsa upp sárin manns. Lýsa upp sárin manns? Og fá mann til að fara í vinnuna. Já. Og maður sé ofta sálinn, maður sé að leita uppi, þú veist, bara eitthvað fólk sem triggerar, þú veist. Oh my god.
En ég veit ekki, Manneskan svo fucked. ég veit ekkert hvað er rétt, sko. Ég veit ekki. Mitt nýjasta núna er eitthvað svona að vera alltaf bara, ok, þetta er bara fullkomi núna og alltaf bara, þú veist, ég er alltaf, ég held ég myndi aldrei fara í eitthvað svona núvitundar en þú veist, þetta er náttúrulega ógeðslegt orð en Að þess að, En já, eitthvað ég er svona- að reyna þetta og því. þetta er bara, vá, þetta verður ekki betra, sko. Sko, já, ég er alveg þar líka og mér finnst æðislegt bara að búa ein og allt það. En, sko, sálfræðingurinn sagði nefnilega við mig fyrir svona, veit ekki, að ég, ætti ekki að ég þyrfti að kynnast mönnum fyrst áður en ég myndi sofa hjá þeim. Og eftir að ég fór í þessa vinnu, þá er ég ekki búin að sofa neinum. Hvað veit þessi sálfræðingur um það? Af því þú veist, eitthvað svona, var eitthvað svona að reyna að kynnast eitthvað, Hvað veit þessi ég sálfræðingur held um reyndar að það? þetta sé alveg smá rétt, sko. Ef maður vill eitthvað dýpri tengingu, skilur. Þannig að þá er ég bara að lifa skýrlífi. Hvað veit sálfræðingurinn um það? Það er fullt af pörum sem bara svaf saman og En ég er Bara- alveg búin að prófa það og það er ekki alveg svona kannski að ganga. ég ætla ekki að augra þessum sálfræðingi þínu. Jú, Nei. alls lagi. Hún er pottið að hlusta í beinni. Tjók. Hún er með þetta svona í headphone og Nei, þú veist, en hún hefur sagt, hún er með þetta í headphone. nei, hún hefur sagt Hún er í náttúrulega margt við mig og ég er ekki sálfræðiviðtali. alltaf, já, hún er veit, hún er örugglega að fylgjast, er ekki allir Hún að er bara fylgjast með eitthvað að mér. þykjast hlusta á okkur. Er ekki örugglega allir að fylgjast með mér. Heldur ekki allir sem ég þekki að hlusta á mig. Þetta. Auðvitað. Nei, hún hefur sagt margt en ég er svona að reyna að hlusta á þetta en þetta er bara svolítið erfitt. Mm. En- Mér finnst En heldurðu, ég held að, má ég spyrja einu? mér er svolítið svona Persónu- skrítið að gefa svona persónuspurningu. ráð. Má ég spyrja einu persónulega spurningu? Mér er skrítið að gefa svona ráð. En ég verð að segja eitt. Nei, en þetta var Ég ekki, er búin þetta að var, vera núna ein í heila mánuð, búa ein. já. Mér finnst það ömurlegt. Og maður gæti, ég elska ekkert meira en að búa ein og stýra hvernig heimil lítur út og vera bara, Já, reynda kannski að því átti, já, ég þarf þetta kærastinn hjálp minn við, úti, þú veist, já. tiltækt, eða þú veist, ég get ekki, ég þarf hjálp. Já, En ég ætla að spyrja einu mjög persónulega spurningu, má ég spyrja að kvistla svona, kvistla, fyrst. hvað? Hæ? Vissir kynhvötina á breytingaskeiðinu? Með Á breytingaskeiðinu? Vissir það kynhvötina? ekki maður á hormónum, sko. Já. Svo að á ég þá að segja stærsta óttan við þetta plan. Já. Já. En hvað finnst þér? Nei, ég er að segja. Mér finnst eitthvað skrítið þegar sálfræðingar eða eitthvað svona er að gera ok, ráð. Ég er satt ekki að Er að tala í segja- samhengi. Nei, Ég er að kannski bara segja búin mann að vera eitthvað, ég held að koma- það sé gott fyrir þig. Nei, en hún var ekki eitthvað að gerð þú þetta eins og heyra og teki ekki við skipunum. En þetta var svona, já, kannski getur þú prófað að kynnast. Ok, þú mönnum. sagðir þetta öðruvísi Já, ég áðan. veit, ég ígælt og allt. Nei, ég var svo hrædd ef ég þyrfti að gera þetta, Já, að ég þurfti að, þú veist, finna eitthvað, Ef þú þú veist, þurftir að gera hvað? hérna, árinni í sefjárm og svo hrættum að síðan ná eitthvað neina ekki að sofa neinum árinni fyrir breytingastakið og missa kynhvöld og er það djóka? Þú Nei. er 32 ára, sko, það er 18 ár kannski þannig að þú fyrir breytingaskeiði. nú sé ég eftir að hafa sagt þetta. Þetta var tekið tilbaka. Þetta var tekið tilbaka. Ég Heldur segist nokkuð þetta einhver að við manninn minn, viltu taka þetta tilbaka? Hann bara, ok, ég tek þetta tilbaka. Hann segir við mig, viltu taka þetta tilbaka? Já, ég tek þetta tilbaka. En núna er Maður bara segir spíral, stundum ég er bara hluti. að segja allar ágjur mínar. Svo ég segja fleiri ágjur? Nei. Ég held að fólk sé ógeðslega fegið að heyra áhyggjur annar í alvörunni. Já. Svo við líka elsku ótrúlega miklar fólkið. ágjur. Ég er Elsku ótrúlega miklar, fólkið. ég er ótrúlega Það miklar er ágjur. allir bara, ég sé í bílanum, þú veist, Ég hafa sko það er ógeðslega engar ágjur. daprir. Í bara desember, ég var bara, heimurinn er uppleið, það er von, það er æði, allt hérna. Núna er bara eitthvað, ég hrættum að, þú veist, þegar ég klára lífið að réttindabaráttu fatlaðs fólks hafi ekkert mjögast áfram eða þú veist, það sé ennþá að það sé eitthvað fatt eða þá að það sé eitthvað svona verði eitthvað svona trófíismi að samþykkja innan samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og mun ekki alveg gera neitt og maður er alltaf eitthvað að tala um eitthvað vindmyllu. En ég var að hugsa að kannski ætti ég bara að vinna í réttindabaráttu í svona 5 ára og svo ætti ég bara að fara í eitthvað svona skóg í Mexíkó að gera eitthvað list eða eitthvað. Ó, ekki hugmynd. Hvað hérna, byrju í desember, Ég ég þarf að fara man eftir að 5 þú mínútur. varst alltaf að tala um hérna,
eitthvað, og það voru allir að tala þetta, eitthvað svona breytt tímalína Já, og einmitt. það var eitthvað svona nýtt, eitthvað svona, Já, þetta það var var crazy. það var svona 5. vittin var að Já, koma og 5. iðnbyltingin, og hún er að koma. og 5. vittin var að koma og ég var alveg inn í þessu, Ég sko. líka. Ég var bara full inn í En það var sko, ég náðu ekki að klára að segja hvað ég gaf Höllu T. Já, Og það var einmitt á þessum tíma sem ég var bara orkan, bara alheimsorkan var bara í lóðunum á mér og ég þetta var bara, var spinning, sko. hamingjan var bara uppi hérna, svo átak af henni gjöf og ég laumaði náttúrulega auka gjöf sem var Kamasutra spil. Oh my god. Til Höllu T. Út af því að ég var að googla hvaðan kemur þetta hugtak hérna, það þarf samfélag til þess að eitthvað, it takes a village. Sem er svona þessi samfélagshugsun eitthvað, að þú veist að við erum að vinna saman og þá kom bara, þú veist, að þetta væri frá Miðausturlöndu, væri að þarna að austan, kannski Nepal og þá hugsaði bara, já, og þetta er það sem hún er alltaf að aðtökra fyrir, að við séum samfélag, byggja samfélag og það er, þú veist, þessi 5. innbilding að tæknin sé sko fyrir mannin og hún íti manninum upp, skilur, ekki öfugt og þú veist, og ítum undir hið mannlega með tækninni. Að því, þú veist, við stjórnum tækninu, við stjórnum kerfinu, við mannfólkið og þú veist, og þetta er líka bara hluti af því að Vesturveldin sé bara, þessi hugmyndafræði Vesturveldan sé að leiðandi lok, sko, út af því að, hérna, það er ekki hollt fyrir neitt að vera í samfélagi sem allir eiga að vera eins og það er eitt kvót, maður lesa eitt kvót hérna lókum, sem er frá svona Ég vil það slæmt, sko. Hérna, Þetta er rosalega slæmt. Þú veist að fólki líður svo illa. Já, ég veit það. Og, veist, og bara, sko, ef maður er inn í þessari gildru, sko. að reyna að vera En fitta maður inn í formið. Já. Það fitt, þú veist, fólk, ég veit ekki hver á að fitta inn í þetta form. Það er að fara í burnout út af þessu. Jú, það er sko fjórða hver kona yfir 60 sem fer í burnout. Gæti það kannski verið út af því að konur komu inn á vinnumarkað, en vinnumarkaðurinn var ekkert breyttur, eða skilurðu, eitthvað en samt ekki. Heyrðu, það er hérna, má ég lesa, en ég var, sjáðu hvað ég er reið. Þú ert ekkert reið. Please note that Western, educated, industrialized, rich and democratic, sem er skammstafað tvöfaldaf, EIRD, weird cultures, have not cornered the market of cultural gender identities and sexual preferences. Attempting to impose weird cultural norms on other groups is a form of neocolonialism. Búm. Búm. Úsla flott. Nei, en ég ætla að fara að sigla fyrir helgina. Reyna að, hérna... Keyrirðu þangað? Já. Það er ógeðslega langt, finnst mér. Það er svolítið langt, sko. En alltaf leið. En Grimmi og Snarr að fara í smá frí. Já. Ég þarf aðeins að fara til Kaliforníu. Keyrirðu þangað? Ég flýg þangað. Er það ekki ógeðslega langt? Það er samt ekkert svo langt. Þú veist, ég held að þetta sé eitthvað svona alls 14 tímar. Já. Það er ekkert svo langt, finnst mér. Með stoppi. Það er ekki að langt og eins og til dæmis til Buenos Aires. Já, ég held að þetta er miklu lengra, sko. Æ, mér finnst alltaf svo fyllir þetta bara inn í eitthvað. Já. Mér finnst það ógeðslega gaman að skrifa í flugvél, sko. Já. Ég var eins og eins og flugrætt. Ég hef líka verið að skrifa í flugvél, því þá get ég ekki verið í símanum. Já, maður hefur ekkert að gera. Sko, ég skrifa ógeðslega mikið núna í þessu óveðri og ég mátti ekki fara út úr húsinu. Fyrst var ég brjáluð, það var eitthvað svona forræðishyggja að reyna að loka mig inni og svo var ég bara að skrifa. Og það var líka, þegar ég skrifa þessa bók, það var náttúrulega COVID, ég mátti ekki gera neitt annað, ég þurfti bara að skrifa. Já, ég skil þig. Og maður gæti eitthvað að fá lykilega húsinu mínu og læsa mig inni og þá kannski skrifa bók. Ég skal gera það. Heyrðu, veistu hvað ég gerði samt í þessu óveðri? Að vinkonum er alveg að fara að koma heimsókn. Já. Hættum. Ég fór og keyrði upp í Kópá og heim og maður það geðveikt. Það var óslega fáir að keyra. Ég vissi ekki að það var eitthvað verið að segja mann að keyra ekki. Nei. En mér varst það bara geggjað. Ég var óslega, þú veist, mér varst bara eitthvað svona, vá, ég get bara keyrt í ykkur brjálu óveðri. Já, þetta, við búum í... Já, en ég fekk bílpróf fyrir þremur árum, sko. Þá svo fyndi að ég ætla að hitta þarna Steinunni sem er einmitt að vinna með okkur og hún sagði eitthvað, ég kemst ekki og það var eitthvað svona árekstur eða eitthvað hann hjá hérna, mannunum hennar
og ég hugsaði bara þá var ég bara eitthvað, oh my god, þetta svo heimskulegt að það bara eitthvað, það óveður, allir að fara heim klukkan 1 þegar óveðrið að byrja og allir fara út í umferðina og bara hversu margir hafa fengið rispur á bílinn. Þú veist, í staðan fyrir að fólk núna eftir heldur COVID allir svo ótrúlega löghlýðnir. Í staðan fyrir bara að leyfa fólki að meta sjálfu, eins og bara eitthvað pant sem sinnir akstri fyrir fatla fólk, þau byrjuðu sinni forræðis ekki bara láta alla vita að það var ekki að sinna þessu, skilur maður bara eitthvað, má fólk kannski bara taka ákvörðun sjálft. Ég veit, ég á aldrei eftir að hlýða eftir þetta COVID, sko. Ég held að séu samt fleiri sem eru svolítið þar. Já, heldur að séu margir sem eru bara hlýða. Það er mjög margir verið bara svona, þetta er bara svona spilar inn í óttan og þú veist, nú verður ég að fara. Ok. En þetta ótrúlega gaman, þó ég hef verið mjög einkennileg í dag. Við fórum út viðan völl, þú varst einkennileg, ekki var ég skárri, svo Grimmi og Snar stóðu. En ég glemdi að segja með hagfræðina, sko, það sem ég lærði í Svíþjóð var hvernig sko apartheid í Suður-Afríku hafði svo ótrúlega slæm áhrif á framleiðni í Suður-Afríku, þannig að þetta var óhagkvæmt fyrir landið og ekki út af einhverju boykotti og þannig, heldur var bara óhagkvæmt vegna þess að þú veist, kúaða fólki sem var í þessu tilfelli svarta fólki, það hafði enga hvata til þess að standa sér betur og framleiða hraðar og kúararnir, þarna hvíta fólkið, þau gátu aldrei fengið stöðulækkun. Þannig að þau voru aldrei að reyna að standa sér nógu vel. Og þá var það bara þannig að það var óslega kostnaðsamt að framleiða vörur og Suður-Afríka, bara þú veist, vörurnar frá Suður-Afríka á þessum tíma voru dýrar og svo allir eitthvað á Vesturlöndum. Við vorum sko að boykotta því að þess vegna gerist þetta, en auðvitað voru líka bara boykotta en þess að vörurnar voru dýrari og það var bara hvort allir að kaupa krem frá Suður-Afríka sem mannréttindabrot og það kostar meira eða eitthvað annars það frá. Þannig að þú veist, það er bara hagfræðilega slæmt að vera með misskiptingu. Ok, amen og bæ. En þetta finnst mér svo kreatív við hagfræðina. Já, þetta er svona hagsagan, sko. Já, ok, þá er það hagsagan. En jú, hagfræðin auðvitað. Nei, ég meina, það er þannig er bara eitthvað svona. Þannig er sannleikurinn. Þannig er heimspeki. Eða þú veist ekki heimspeki, þannig er bara eitthvað svona, já, þannig er eitthvað og sannleikurinn, að það er alltaf að vera afveðlega og búið til einhverja hetjur. Ég er ekki að segja, sko, bara að þeir sem voru í Suður-Afríku hafa ekki verið hetjur, bara sem börðust fyrir sig. Nei, jú, ég held alltaf að ég verið cancelled út og eitthvað tólk eitthvað svona sem að segja. En ég bara segja að það var ekki Vesturlöndum að þakka því þau voru að boykotta að apartheid var afnumið. Ok, bæ. Þið líður svona út að, þú veist, þið eru svo hörð sjálf við aðra. Mín kynslóð. Já. Þess vegna er það alveg bara skítrætt við að opna okkur munnin. Þín kynslóð getur bara verið duglegri í að finna hlæsnutæki sitt að símanum okkar. Ég veit það. Þín kynslóð, Battle of the, hvað er þetta aftur? Það var eitthvað svona. Mín kynslóð er alveg skrítin, sko, en þín kynslóð er og flott. Þú ert allavega bara mjög ágætt, sko. Já, þú ert ágætt þrátt fyrir að vera á þessar kynslóð. Þrátt fyrir þetta kynslóðabild. Takk fyrir að koma. Hasar með Grimma og Snar. Hasar með Grimma og Snar. Já, viltu hjálpa mér aðeins? Nei, þú ert með svo mikið. Hjálpaði mér hvað? Nei, ég þarf að hjálpa mér. Getur þú tekið þetta? Ertu ekki með 7 töskur?